Góðir gestir, við bjóðum velkomin á svið Pál Freysteinsson, öryggistjóra Síldarvinnslunar, en erindi hans ber nafnið Komum heil heim. Hvað þarf til að ná öllum borð í öryggismenningu? Góðan daginn öllum. Gaman að vera með ykkur í dag. Gott að koma hérna í borgina í vorrigninguna. Það búið að vera sól og blíða fyrir austan í 18 daga eða svo. En frábært að fá þetta tækifæri hér á Vís að vera með ykkur í dag. Bara örstutt Síldarvinnsluna sem alhliða sjávarútvegsfyrirtæki með umfangsmikla og fjölbreytta starfsemi. Við erum með starfsstöðvar og megin starfsemin í Neskaupstað og í Grindavík, en síðan starfsstöð á Seyðisfirði og eins í Vestmannaeyjum með dótturfélag á Akureyri og síðan hlutdeildarfélag á Vestfjörðum. Félagið leggur áherslu á sjálfbæra nýtingu sjávar auðlindarinnar. Og það sem leitast við að nýta nýjustu tækni sem völ á við veiðar og vinnslu með það að leiðarljósi að hámarka verðmæti afurða. Síldarvinnslun með metnaðarfulla starfsmannastefnu sem að því að skapa heilsusamlegt og gott vinnuumhverfi þar sem að einstaklingar fá að njóta sín, lögðu áherslu á öryggi og allir komið heilir heim. Það vinna 600 starfsmenn í samstæðunni og þessi mynd sem hérna á glærunni sýnir sem sagt vinnusvæðið í Neskaupstað. Ég ætla að byrja aðeins að horfa tilbaka. Öryggi hefur alls ekki verið sjálfgefið í gegnum árin. Tíð slys bæði til sjó og lands einkenna atvinnusvæði landsins langt fram á 20. öldina. Banaslys í atvinnustarfsemi hafa markað djúp samfélagsleg spor allt land. Og saga Síldarvinnslunnar í tæp 70 ár endurspeglar þetta. Myndin hérna á glærunni hjá mér sem sagt minningarreitur Síldarvinnslunnar og helgað minningu þeirra 12 starfsmanna þeirra sem hafa látist við störf hjá félaginu og þessi reitur hérna á grunni, eða í grunni gömlu síldarverksmiðjunnar í Neskaupstað. Stærsta áfallið í sögu Síldarvinnslunnar var 20. desember 1974. Þá féllu 2 snjóflóð innarlega í Neskaupstað og 12 manns týndu lífi í flóðunum og þar af 7 starfsmenn Síldarvinnslunnar. Það var mikið áfall. En flóðin lögðu líka helstu framleiðslufyrirtæki bæjarbúa í rúst og ollu þar stórskemmdum. Banaslysið Sljós hafa verið 3 og síðasta var 1983. Banaslys við landvinnslu, þau hafa verið 2. Það fyrra 1938, bara skömmu eftir að Síldarvinnslunnar tekur til starfa og var verið að koma með fyrsta farminn af síldi í þá sem sagt nýja síldarverksmiðju. Og síðan var banaslys 1985. Margt hefur breyst til betri vegar og ég ætla að tíunda kannski einhverja 3 þætti. Stór aukin áhersla á öryggi til sjós með fræðslu, þjálfun, betri búnaði og nýjum öflugum skipum hefur gjörbreytt málum. Og það frábæra starf sem unnið hjá Slysavarnaskóla sjómanna við þjálfun og fræðslu og eins líka að nefna siglingarsvið rannsóknarnefndar samgönguslysa og fleiri svona hagaðilar hafa lagt mikið af mörkum og það hefur sem betur fer breyst
mikið, bæði öryggi menning til sjós og það hefur fækkað alvarlegum sjóslysum. Tilkoma stóriðinnar með nýja og breytta áherslu í öryggismálum hafði þau áhrif að tekið voru mörg skref í einu í rétta átt. Ég var þeirra gæfu aðnjótandi að vinna hjá Alcoa Fjarðaáli í 15 ár og helgaði mér þar meðal annars öryggismálin. Og í samfélaginu fyrir austan gjörbreyttist viðhorf til öryggismála og ný nálgun við hugtök eins og áhættustjórnun, banaslysavarnir og varnir gegn alvarlegum slysum. Þessi hugtök fengu algjörlega nýja merkingu. Og það bara líka þannig að þó svo að sé verið að vinna með bráðin málm í álverum, þá eru allar hinar hætturnar bara sambærilegar þeim sem við búum við á öðrum vinnustöðum og í öðrum iðnaði. En margt af því sem ég mun kom inn á hérna í erindinu mínu á svona byggir á reynslu minni frá árunum í Fjarðaáli. Áhættur og ráðstafanir vegna náttúruvár eru í brennidepli. Ég kom hérna inn á snjóflóðin í Neskaupstað áðan og það náttúrulega búið að vinna mjög ötullega í málum varðandi þá þætti og í dag erum við með í brennidepli náttúruhamfarirnar á Reykjanesi. Starfsfólk okkar hjá Vísi í Grindavík hefur orðið fyrir mikilli röskun á sínum högum og með elju og þrautseigju starfsemi þar í fullum gangi í dag. Þar eru til staðar góðar ráðstafanir, viðbragðsáætlanir og ég virkilega stoltur af samstarfsfólki mínu hjá Vísi, hvað þið hafa haldið vel á málunum. En í þessu efni má svo ekki gleyma bara nefna Veðurstofuna, lögregluna, björgunarsveitirnar. Allir þessir aðilar eru með góð og samræmdar áætlanir í ráðstöfunum gagnvart náttúruhamförum og það finnum við líka fyrir austan því að snjóflóðahættan ekki horfin og hún minnir reglulega á sig. Það var rætt hérna mikilvægi stjórnenda og það ákvörðun stjórnenda fyrirtækja að taka af skarið í öryggismálum. Og þarna lista ég nú upp svona þessa helstu þætti en endurtek, þetta snýst stjórnun. Öryggismál stjórnun og miðar að því að stjórna áhættu. Hættur undir stjórn alltaf, það snúast málin og það lykillinn að því að starfsfólk komi heilt heim. Það einn punktur sem mér finnst svona mikilvægur og það semst að við þurfum að varast viðhorf sem segja hér þarf engu að breyta. Við höfum alltaf gert þetta svona, enginn hefur slasast og það hafa aldrei orðið nein atvik. Þessa umræðu þarf að taka sjálfsögðu yfirvegað en í grunninn það þannig að öryggi þýðir ekki að það verði ekki atvik og atvik eigi sér ekki stað. Öryggi þýðir að varnarlög og forvarnir séu til staðar. Það snúast öryggismál. Stjórnendur eru fyrirmyndir í öryggismálum og við ávinnum okkur og byggjum upp traust með gjörðum okkar. Þurfum að ganga fram með góðu fordæmi. Ég tala að skapa traust og að skapa traust og gleði við innleiðingu breytinga afar mikilvægt.
Tryggjum virka þáttöku allra í breytingum. Sammælumst sameiginlegan skilning og ávinning breytinga. Góður undirbúningur, innleiðingar og eftirfylgni forsenda vel heppnaðra breytinga. Þetta á í svo sem bara við með alla breytingastjórnun. En höfum einlægni og uppbyggileg samskipti að leiðarljósi. Spyrjum spurninga í stað þess að skammast. Það vill enginn láta skamma sig, er það? Það skilar aldrei neinu. En gleymum því svo ekki í samskiptum að það mannlegt að gera mistök og það þarf að taka tillit til þess. Ég ætla að nefna einn sérstakan punkt sem skiptir að mér finnst máli og það sem sagt umgengni á vinnustöðum. Sem sagt, við notuðum hugtak að vera með gott húshald. Sá sem las nú yfir glærurnar mínar, góðu vinur minn Smári Geirsson, hann skildi nú ekki þetta orð og kallaði þetta orðskrípi. Þannig að ég hef hættur að tala gott húshald en við þurfum að ganga vel vinnustöðan okkar. Afmörkum vinnusvæði, við erum með góða skilgreiningar á gönguleiðum og eftir fremsta megni að skilja að vinnusvæði gangandi og faratækja. Það er